Lærum íslensku. Давайте изучать исландский. Asnitten, ygsnitten og bóndinn. Einu sinni var ríkur kaupmaður sem átti fjölda jarða og hafði þar ógrynni af alls konar kvikkfénaði. Flutti hann á eina af jörðum þessum með konu og börnum og ætlaði að standa þar fyrir búsýslu sjálfur. Hann skildi dýramál, en sá meinbugur á að gáfu þessari að hann mátti engan láta vita af því og lá líf hans við. Mátti hann því ekki segja frá neinu sem hann komst að á þennan hátt. Hann hafði á heimili sínu einn uxa og einn asna og stóðu þeir saman. Það var einn dag að hann var staddur nærri þeim og skemmti sér við að horfa á leik barna sinna. Heyrir hann þá að uxinn segir við stallbróður sinn: Mikil lánskeppna ert þú, að eiga svona náðugt og hafa svo lítið að gera. Einn maður er útgefinn við að stunda þig, hann þvær þig, færir þér sáldaða hafra og tærasta uppspretta vatn. Þú reynir það mest á þig að bera hann húsbónda okkar þegar hann þarf að bregða sér bæjarleið, annars þyrftiru aldrei að gera neitt. En ég er látin erja og sveitast, strita og streitast, og ég á eins illt og þú átt gott. Auðara en miðnætti kemur, mér beitt fyrir plógin. Verð ég að draga hann liðlangan daginn og rista jarðveginn, og það þvílíkt stritt að ég verð stundum alveg uppgefin og magnþróta. Þar á ofan er bóndinn jafnt og stöðugt á eftir mér, lýr og lemur mig. Svírin á mér er dreppmeittur og skinnlaus af eilífum plódrætti. Þegar ég nú er búin að þræla frá morgni til kvölds, þá snara þeir í mig skráðþurru baunarusli og hafa ekki einu sinni svo mikið við að vinsa úr því sandinn, eða þeir gefa mér eitthvert fóður sem ekki er betra. Þegar ég hef fengið fulli mína af þessu hrakkfóðri, þá verð ég að liggja í mykjunni á næturnar og það yfirtak hörmungana. Nú sérðu sjálfur hvort ég hef ekki ástæðu til að öfunda þig. Asninn hýtti á með spekt meðan uxinn lét dæluna ganga, en hann var þagnaður, tók hann svo til orða. Það er hvortvekja að þú ert heimskur kærlaður, enda kafnarðu ekki undir nafni. Þú ert allt og einfaldur, lætur þá fara með þig eins og þeim líkar og getur aldrei tekið neitt hyggilegt til brags. Hvað hefur þú gott af svíðvirðingunni sem þú þolir? Þú brýtur því í móla fyrir mennina, þeim til hægðarleika, gaggs og skemmtunar, og þeir kunna þér engar þakkir fyrir. Þeir færu ekki svona með þig ef þú hefðir áræði að því skapi sem þú hefur burði. Því verður þeim ekki að binda þig við jötunag. Því stangarðu ekki með hornunum. Því stapparðu ekki með klaufunum og sýnir af þér reiði. Því hræðirðu þá ekki með ógurlegu öskeri. Náttúrun hefur útbúið þig með öllum tækjum til að afla þér virðingar og þú notar þér það ekki. Gefið þér vondar baunir og sleimt hey, þá fylgdu grön yfir því. Ef þú ferð að mínum ráðum, mundu sjá að vel bregður við og mundu þakka mér fyrir heilræðin. Öxinn tók ráðum asnans fegins hendi og hvað hann hafa gert sér mikinn greiða. Ég ætla, segir hann, að gera allt sem þú hefur sagt og skaltu nú sjá hvernig mér tekst. Því næst þögnuðu þeir báðir, en kaupmaðurinn hafði hirt hvert orð sem þeir töluðu saman. Daginn eftir kom bóndinn, leiddi uxan út úr húsi og beitt honum fyrir plógin eins og vant var. Uxinn hafði ekki gleymt ráði asnans og var þennan dag fjarska óþekkur. En kveldið, þegar bóndinn kom með hann að jötunni og ætlaði að binda hann eftir vanda, þá otaði hann hornunum, reis upp á afturfæturna,
gekk aftur á bak og gerði sig líklegan til að reka bóndan undir. Í fáum orðum, hann fór í öllu að ráðum asnans. Þegar bóndinn kom morgunin eftir og ætlaði að beita honum fyrir plóginn, lágu baunirnar ósnertar í jötunni og hálmurinn sem hann hafði hrist þar meðu kveldið áður, en uxinn lá á golfinu og blés mæðilega, svo bóndinn hugði hann fárveikan. Hann kenndi í brjósti uxan og þóttist sjá að ekki mundi til neins að þröngva honum til vinnu, fór því til kaupmannsins og sagði honum hvernig ástatt var. Skildi kaupmaðurinn að hér voru komin fram ráð asnans og vildi því repsa honum sem makklegt var. Skipaði hann bóndanum að hafa nú asnan í stað uxans og gefa honum ekkert. Bóndinn gerði svo og varð asnin að draga upp plóginn dagslangt. Féll honum það því þyngra sem hann var slíku ofanur og varð hann svo lúinn og lémagna að hann varla gat staðið á löppunum þegar heim kom. En ugginn átti bestu daga á meðan. Hann hafði lokið úr jötunni og hvílt sig allan daginn. Var hann ákaflega glaður yfir því að hann skildi hafa farið að ráðum asnans, marg blessaði hann fyrir lán það, hann hafði hjálpað honum til að öðlast og þakkaði honum fyrir hann kom heim. Þá asnanum svo gramt í geði út af meðferðinni á sér að hann ansaði engu. Þetta ólán á ég upp á sjálfan mig, hugsaði hann með sér. Ég átti svo gott og allt gekk mér að óskum. Ég hef sjálfur komið mér í þetta hörmulega ástand og mér dauðinn vís ég ekki tek eitthvað til bragðs sem dugar. Var hann þá svo yfirkominn af þreytu að hann hné halvt dauður niður fyrir framan jötuna. Þú fer á eins og asnin sá arna, segir vesirinn við Sherrazade. Þú stofnar þér í glötunina af ofviti þínu. Klítu mér og vertu kyrr. Sækstu ekki eftir dauða þínum yfir forlög fram. Faðir minn, melti Sherrazade. Dæmisagan sem þú sagðir mér aftrar alls ekki ásetningi mínum. Ég læt aldrei af að særa þig þanga til þú lætur eftir mér að fara með mig til soldansins að ég verði eiginkona hans. Þegar vesirinn sá að hún stóð svo fast á bæn sinni, mælti hann. Fyrst þú þverskallast svona með þrái þínu og einþykni, þá neyðist ég til að fara með þig eins og kaupmaðurinn sem ég var að tala fór eftir á með konuna sína. Því þegar hann komst að því að asnin var aumlega útleikinn, varð honum forvitni að heyra hvernig orð færu milli hans og uxans. Gekk hann því eftir kvöldver út með konu sinni í tunglskinninu og settist niður rétt hjá þeim. Þegar hann kom, segir asnin við uxan. Heyrðu, bróðir, hvað ætlarðu að gera í fyrra málið þegar bóndinn kemur með gjöfina? Uxinn svaraði. Þá ætla ég að fara öldungis eins að og þú kendir mér ráð til. Ég ætla að ganga aftur á bak, bjóða honum hornin eins og í gær, gera mér upp veiki og láta sem ég sé í andaslettrunum. Slepptu því, segir asnin, það færi alveg með þig. Þegar ég kom heim í kvöld, heyrði ég kaupmanninn, húsbónda okkar, segja nokkuð sem gerði mig dauðhræddan þig. Hvað heyrðirðu, spurði uxinn áfjáður. Leyndu mig engu, asni minn góður. Hörðu, þá segir asnin, húsbóndi okkar sagði við bóndan. Fyrst uxinn ertir ekki og kemst ekki úr sporunum, þá skal sláttra honum á morgun. Kjötið á honum gefum við aumingjum í Guðs þakkarskyni, en á húðinni þurfum við sjálfir að halda og skaltu fara með hana til sútarans. Glemdu nú ekki að segja slótranum að kona.
Mér sjálfum andum að þú lifir og við erum svo góðir vinir að það væri ekki meira en skylt að ég gerði þig varan við og gæfi þér nýtt ráð. Þegar þeir færa þér baunirnar og muslið, skaltu spretta upp og rífa það í þig með græðiki. Þá ræð húsbóndin að því að þér sé batnað og mun þá vafalögst táka dauðadóminn aftur. Gerirðu ekki þetta, þá ertu frá. Asnin hafði allt sitt fram með fortölum þessum. Uxinn varð dauðhræddur og baulaði af angist. En kaupmaður, sem hlýtt hafði með athygli á allt samtalið, rak upp skellihlátur svo konan hans vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið. Hún spurði hvernig á hlátrunum stæði til þess að hún gæti tekið undir með manni sínum, en kaupmaður lét hana skilja að hún yrði að láta það vera sér nú að heyra hann hlæja. Nei, nei, sagði hún, ég vil vita að hverju þú hlær. Ég má ekki láta það eftir þér, sagði kaupmaður, en svo mikið skal ég þó segja þér að ég hlæ að því sem asnin okkar sagði við uxan. Hitt launugarmál sem ég má ekki gera þér uppskátt. Og því ætlið þú megir það ekki, segir konan. Því líf mitt liggur við ef ég geri það, ansar kaupmaðurinn. Þú ert að gera gabba mér, meldi konan. Það getur engin hæfa verið í því sem þú ert að telja mér trúum. Ef þú ekki lætur uppi þegar í stað að hverju þú hlóst og skorast undan að segja mér hvað asnin og uxinn töluðu saman, þá viti það Guð almáttugur á himnum að ég segi allri sambúð sletið við þig. Að svo mæltu fór hún inn, hnipraði sig saman út í horni og var hágrátandi alla nóttina. Svaf nú maðurinn eign, en hann sá morgunin að hún var óhuggandi, sagði hann. Þú gerir illa við mig að hryggjast svona. Það ekki þess verst og það eins lítil svarðandi fyrir þig að vita, eins og það mikil svarðandi fyrir mig að leyna því. Ég bið þig fyrir hvern munn, glemdu því. En konan svaraði, því fer svo fjarri að ég geti glemt því, að ég skal aldrei hætta að gráta fyrir en þú segður forvitni mína. En kaupmaðurinn sór og sart við lagði, ég segi þér það satt, líf mitt liggur við, ef ég læt undan áfergjurskapnum í þér. Hljótist af því hvað sem Guð vill, sagði hún, ég fer aldrei ofan að því. Ég sé það, mælti kaupmaður, að engin leið að því að koma fyrir þig vitinu, ég sé það fyrir að þú vilt drepa þig með þrákelkni þinni. Vil ég því kalla á börn þín að þau hafi þá hugfró að sjá þig einu sinni áður en þú deyr. Kallaði hann þá á börnin og frændur og foreldra konu sinnar. En allir voru komnir og hann hafði sagt þeim frá öllum málavöxtum, lögðu þeir sig til að tala sem snjallast, svo konunni skildist að hún gerði rangt, að láta ekki af einþykni sinni. En hún daufheyrðist við öllu og hvast heldur vilja deyja en láta undan manni sínum í þessu. Stóðaði það ekkert að foreldrar hennar töldu fyrir henni og sögðu að þetta stæði henni á engu sem hún vildi vita. Hún vildi hvorki heyra það né hlýða. Þegar börnin sáu að hún þverskallaðist við öllum skynsamlegum fortölum, tóku þau að gráta beisklega. Og sjálfur kaupmaðurinn var eins og milli heims og helju. Hann settist einsaman fram í húsdyrnar og fór að velta fyrir sér hvort hann ætti ekki að fórna sínu eigin lífi til að frelsa konu sína. Og sannarlega ætlaði hann að senda eftir kati og vottum til að semja erfðaskrá sína, segja síðan konu sinni leyndarmálið og deyja, því hann unni henni harðla mjög. Nú átti kaupmaður þessi líka 50 hænur, 1 hana og 1 árvakran hund. Meðan hann sat þarna í dyrunum hugsandi, sá hann hundin hlaupa til hanans, sem sest hafði upp á eina hænuna og heyrði að hann sæði við hann. Hani minn,
Ég held þú sért feigur, skammastu þín ekki að vera gamnaðir í dag? Hanninn réttist allur upp, snerist að hundinum og saði, því skildi mér ekki vera það eins heimilt í dag og endranær. Þá skaltu vita, segir hundurinn, ef þú veist það ekki áður, að húsbóndi okkar í mestu vandræðum. Konan hans heimstar, að hann segi sér eitt leyndarmál, geri hann það, verður það hans bani. Því satt að segja helst kvíðandi að hann hafi ekki nógan stöðuleika móti þrái hennar, því hann elskar hana og viknar af tárunum sem hún úthellir án afláts. Það fer með hann á endanum og við erum öll kvíðafull á heimilinu. Þú einn ósæmir okkar sorg og ert svo blygðunarlaus að vera að leika dátt við hænurnar þínar. Guð veit að húsbóndi okkar meira en meðalheimskur, þannig svaraði haninn átölum hundsins. Hann hefur einungis eina konu og ræður ekki við hana, en ég hef 50 og gerir engin annað en minn vilja. Hann ætti nú að hugsa sig þá myndi hann fljótt finna ráð til að komast úr þessum bobba. Hvað líst þér hann eigi að gera? Spurði hundurinn. Hann ætti, segir hanninn, að binda sér hrísvönd og fara inn í herbyggi konu sinnar, loka að sér og lemja hana þanga til hún drepst eða lætur undan. Hún mun ekki upp frá því pína hann til að segja sér það sem hann á að leyna. Varla hafði kaupmaðurinn heyrt hvað haninn sagði fyrr en hann þautt upp, tók stafsprikk og gett inn til konu sinnar sem alltaf var að gráta. Hann lokaði að þeim og lúparði hana þangað til hún kallaði upp og sagði: Það nóg, elska mín, það nóg, vertu nú góður. Ég skal aldrei framar spyrja þig neitt. Þegar hann heyrði að hún iðraðist eftir hina ofsalegu forvitni, hætti hann að lemja hana og lágu upp. Kom þá allt skyldfólkið inn og gladdist yfir því að konunni var bötnuð einþyknin og samfagnaði kaupmanninum að hann hafði tekið upp á slíku heilráði til að koma henni til sannleikans viðurkenningar. En þú, dóttir mín, ættir skilið að ég færi með þig eins og kaupmaðurinn fór með konuna sína. Fyrirgefðu mér, faðir minn, sagði séra Sate. Fyrirgefðu mér og vertu ekki vondur, þó ég sé fastráðin í fyrirætlum minni. Mér hefur ekki snúist hugur af sögunni sem þú sagðir mér konuna. Ég gæti sagt margar aftur, svo að þú sannfærðist að þú átt ekki að vera áformi mínu mótfallin. Það segi ég þér líka og bið þig fyrirgefa að þér til einskis að standa á móti því. Því sinnirðu mér bæn mína af föðurlegri elsku, þá mun ég sjálf framselja mig í hendur soldansins. Vesirnum var nauðugu einn kostur að láta undan stöðugleika dóttur sinnar. Þó honum dauðsjartnaði að geta ekki talið hana af þessu óttalegu áformi, þá fór hann samt af vörmu spori til Sjarjars og sagði honum að hann ætlaði að færa honum séra Sate til næstu nættur. Varð soldan forviða að stórvesir sinn skildi færa sér slíka forn og sagði: Hvernig gastu fengið þér geð til að færa mér þína eigin dóttur? Herra, svaraði vesirinn, það vilji hennar sjálfrar. Hinn hryggilegu afdrif sem hún á yfir höfði sér hafa ekki rætt hana frá því og betri þykir henni svo sæmd en lífið sjálft að vera eiginkona yðar hátignar þó ekki sé nema eina nótt. En huggaðu þig bara ekki við neina svikula von, vesir, mælti soldan, þegar ég fæ þér séra Sate aftur á morgun, heimta ég að þú líflátir hana. Gerurðu það ekki, þá sver ég að láta drepa þig sjálfan. Herra, svaraði vesirinn, blæða munn hjarta mínu þegar ég á að hlýðnast skipun þinni, en hvað sem náttúran möglar í móti, þá máttu samt treysta þessum höndum, þó föðurhendur séu.
Sjarjar tók boði ráðgjafa síns og skipaði honum að færa sér dóttur sína hið bráðasta. Fór vesirinn hem aftur með þessi tíðindi til Sherasade, en hún tók þeim svo glaðlega sem væru þetta hinn mestu gleði tíðindi. Þakkaði hún föður sínum að honum hefði svo vel farist. Var hann yfirkominn af harmi, en hún huggaði hann með því að hann þyrfti ekki að iðrast þess að hún yrði drottning Soldans og væri honum nær að fagna því alla ævi. Hugsaði hún nú ekki annað en að búast á fund Soldans, en áður hún færi á stað, tók hún Dínarsade, systur sína á eintal og mælti: Elstu systir, mér liggur lífið á fulltingi þínu og ætla ég að biðja þig að synja mér þess ekki. Faðir minn færir mig Soldani til eiginkonu. Láttu samt ekki hugfallast af þessari frétt, heldur heyrðu mig með stillingu. Þegar ég komin til Soldansins, mun ég biðja hann leyfis að þú sofir í hvílusal okkar, svo ég megi hafa skemmtun af þér þessa nótt. Verði mér þessi miskunn sýnt, sem ég vona, vektu mig þá snemma morguns, einni stundu fyrir birtingu og segðu: Elsku systir, ef þú ert vakandi, þá ætla ég að biðja þig að segja mér einhverja af fallegu sögunum sem þú kannt, þanga til dagur Mun ég þá undir eins gera það, og ég vongóð að mér takist með þessu móti að letta á þjóðinni þeirri angist sem nú yfir henni. Dínarsade kvaðst fús til hvers sem vera skildi, en að ákveðinni stundum kveldið fór stórvesirinn með Sherasade til hallarinnar, leiddi hana í herbergi Soldans og gekk síðan burt. En hún og Soldan voru tvö ein, bauð hann henni að taka blæjuna frá andlitinu. Þótti honum hún þá svo fríð að hann varð öldungis frá sér numinn. Það sá hann líka að hún grét og spurði hvaða henni gengi. Herra, svaraði Sherasade, ég á eina systur og ann ég henni hugastum sem hún mér. Nú sjárlanga mig til að hún væri hérna í herberginu þessa nótt, svo ég sjái hana og megi kveðja hana einu sinni enn þá. Leyfi þetta mér til huggunar, svo ég geti sýnt henni þennan síðasta vott elsku minnar. Þessu játti Sjarjar og var sent eftir Dínarsade, kom hún þá þegar. Þau Soldan og Sherasade háttuðu uppi á háum palli, eins og siður konunga í Austurlöndum, en Dínarsade var búin rekja til fótaleim. Vaknaði hún einni stundu fyrir dag og mælti eins og Sherasade hafði undirlagt við hana. Elsku systir, ef þú ert vakandi, þá ætla ég að biðja þig að segja mér einhverja af fallegu sögunum sem þú kannt. Það svo í síðasta skipti sem ég hef þessa skammtun. Í stað þess að ansa systur sinni veik Sherasade sér að Soldani og mælti: Þóknast yðar hátign mildilegast að leyfa mér að láta eftir ósk systur minnar. Gjarnan, segir hann, beiði þá Sherasade systur sína að taka eftir og hóf þannig söguna.